Og mikrofóninn í lagi og allt. Góðan dag. Ég set hér annan fund bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar sem haldinn í bæjarstjórnarsal 5. 30. júní 2022 og hófst hann klukkan 17:08. Fundinn sitja Ragnar Már Ragnarsson, Haukur Garðarsson, Heiðrún Höskuldsdóttir, sem byrði jafnvel velkomna á fyrsta fundinn, Þórhildur Eyþórsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson, Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir og Hrafnhildur Halldórsdóttir. Hér er einnig Sigurður Grétar Jónasson sem sér útsendingu en fundurinn sendur út og bæjarstjórinn Jakob Björgvin Jakobsson sem sér fundarritun. Þá göngum við til dagskrár. Fyrsti liður er fundargerð bæjarráðs Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar. Fyrsta fundargerðin sem lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Það kveðst engin ljós og við heldum áfram. Annar liður skipulagsnefnd. Hér er lögð fram fundargerð fyrsta fundar skipulagsnefndar og lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveður sér ljós. Liður 3. Lögð hér fram fundargerðir 193. fundar skóla- og fræðslunefndar Stykkishólmsbæjar og fyrsta fundar skóla- og fræðslunefndar Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar. Lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveður sér ljós. Liður 4. Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa. Fyrsti fundur afgreiðslufundar byggingarfulltrúa lagði hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveður sér ljós. Liður 5. Fundargerðir Breiðafjarðarnefndar. Lagðar hér fram til kynningar. Fundargerðir frá fundur nr. 201, 202 og 203. Lagt fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveður sér ljós. Liður 6. Fundargerð stjórnarsamtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Lögð hér fram fundargerð frá fundi nr. 168. Stjórnarsamtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Lagt fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveður sér ljós. Komið að liður 7. Umsókn stöðuleyfi. Lögð hér fram umsókn stöðuleyfi til 1. október 2022 fyrir meistarann matarvagn sem staðið hefur tímabundið við Hólgarð undanfarin ár. Skipulagsnefnd samþykkti á fyrsta fundi sínum fyrir sitt leyti að veita stöðuleyfi til 1. október 2022 fyrir matarvagn við Hólgarð. Bæjarráð lagði á fyrsta fundi sínum við bæjarstjórn að staðfesta heimild byggingarfulltrúa til útgáfu stöðuleyfis til 1. október 2022 fyrir matarvagn við Hólgarð. Orðið er laust. Engin kveður sér ljós. Bæjarstjórn samþykkir tillögu bæjarráðs. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Það komið liður nr. 7. Umsókn stöðuleyfi fyrir ískofan til 31. ágúst 2022 en matarvagnin hefur staðið tímabundið á hafnarsvæðinu undanfarin ár. Skipulagsnefnd samþykkir fyrir sitt leyti að veita stöðuleyfi til 31. ágúst 2022 með fyrirvara samþykki hafnarstjórnar. Bæjarráð lagði á fyrsta fundi sínum til við bæjarstjórn að staðfesta heimild byggingarfulltrúa til útgáfu stöðuleyfis til 31. ágúst 2022 fyrir ískofan. Orðið er laust. Engin kveður sér ljós. Bæjarstjórn samþykkir tillögu bæjarráðs. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 9. Umsókn stöðuleyfi fyrir Fish and Chips matarvagn til 15. nóvember 2022 en matarvagnin hefur staðið tímabundið á hafnarsvæðinu undanfarin ár. Skipulagsnefnd samþykkir fyrir sitt leyti að veita stöðuleyfi fyrir matarvagn til 15. nóvember 2022 með fyrirvara samþykki hafnarstjórnar. Bæjarráð lagði á fyrsta fundi sínum til við bæjarstjórn að staðfesta heimild byggingarfulltrúa til útgáfu stöðuleyfis til 15. nóvember 2022 fyrir Fish and Chips matarvagn. Orðið er laust. Engin kveður sér ljós. Bæjarstjórn samþykkir tillögu bæjarráðs. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 10. Umsókn stöðuleyfi fyrirgefðu. Ég var að lesa Fish and Chips. Þetta er geymsluskúr. Liður 10. Umsókn stöðuleyfi Fish and Chips geymsluskúr. Lögð fram umsókn framlengingu stöðuleyfi til 12 mánaða fyrir geymsluskúr sem staðið hefur tímabundið á hafnarsvæðinu undanfarin ár.
Skipulagsnefnd samþykkti á fyrsta fundi sínum fyrir sitt leyti umsókn stöðuleyfi til 15. nóvember 2022 með fyrirvara samþykki hafnarstjórnar. Bæjarráð lagði til á fyrsta fundi sínum við bæjarstjórn að staðfesta heimild byggingarfulltrúa til útgáfu stöðuleyfis skemmtiskúrs til 15. nóvember 2022 fyrir fiskiskips matarvagn og orðið er laust. Engin greiðslu hljóðs. Bæjarstjórn samþykki tillögu bæjarráðs. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 11. Lóðarumsókn Hjallatanga 15. Lögð hér fram beiðni Hásdoktor EHF að framlengja úthlutunina sem bæjarráð samþykkti á 629. fundi sínum þann 26. júlí 2021. Bæjarráð benti á fyrsta fundi sínum á að í grein 3.4 í reglum Stykkishólmsbæjar úthlutun á lóðum fyrir íbúða og atvinnuhúsnæði sem gildir fyrir hið sameinaða sveitarfélag er byggingarfrestur á lóð 12 mánuðir frá úthlutun og skal það miða við þá dagsetningu þegar lóðarúthlutun er staðfest. Tiltekið er sérstaklega í greininni að byggingarfrestur sé sá tími sem lóðar hafi hafið til að fá byggingarleyfi ásamt því að hefja framkvæmdir á lóðinni. Hafi byggingarleyfi ekki verið veitt eða framkvæmdir ekki hafist á lóðinni að byggingarfresti liðnum fellur lóðarúthlutunin úr gildi. Bæjarráð tók fram að ekkert í gögnum málsins eða rökstuðningi lóðarhafa með fyrirliggjandi erindi gefur tilefni til þess að ætla að ágallar hafi verið á málsmeðferð sveitarfélagsins, að skort hafi á miðlun upplýsingar til lóðarhafa á hálfu sveitarfélagsins eða rekja megi tafir á meðferð málsins að öðru leyti til sveitarfélagsins. Með vísan til framanritans sá bæjarráð sér ekki fært að verða við beiðninni. Bæjarráð vakti athygli lóðarhafa á þeim takmörkunum sem F-liður 1. málsgreinar annarra reglna Stykkishólmsbæjar úthlutun á lóðum fyrir íbúðar og atvinnuhúsnæði setur fyrir lóðarhöfum varðandi umsóknir lóða komi til þess að lóðarúthlutun lóðarhafa falli niður að byggingarfresti liðnum en samkvæmt F-lið 1. málsgreinar annarra reglna telst lóðarumsókn ekki gild. Hafi umsækjandi áður fengið viðkomandi lóð úthlutaða og aðrar umsóknir eru viðkomandi lóð. Sé fyrir lóðarhafi hins vegar eini umsækjandi að viðkomandi lóð er heimilt að úthluta honum lóðina nýju. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust. Engin greiðslu hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hver er samþykkið því? Það laga þess stendur bæjarráðs staðfestir bæjarstjórn. Þá kom að leið 12, lóðarleigusamningar, samningareitur 1 og 2. Lögð fram dög á lóðarleigusamningu sveitarfélagsins vegna samningareitur 1 og 2. Bæjarstjóri leggur til að bæjarstjóra verði veitt umboð til bara framgangna þeirra og undirritunar. Orðið er laust undir lið 12. Frágangs í stað fyrir framgangs. Bæjarstjóri leggur til að bæjarstjóri verði umboð til frágangs þeirra og undirritunar. Orðið er laust. Engin greiðslu hljóðs. Bæjarstjóri samþykkir tillögu bæjarstjóra. Hver eru samþykkir þessu? Og það er samþykkt samhliða. Lið 13, Nesvegur 22a, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi, grenndarkynning. Lögð hér fram umsókn dagsett 27. apríl 2022 þar sem sótt byggingarleyfi til að byggja 958,9 fermetra atvinnuhúsnæði að Nesvegi 22a. Er að ræða hús á einni hæð með milliloftum yfir hluta hússins. Lóðin er 3700 fermetrar og stærð hússins er 34 x 24,2 að grunnhluti. Með umsókninni fylgja aðaluppdrættir frá Nýhöfn dagsettir 11.5.2022. Í ljósi þess að ekki liggur fyrir deiliskipulagssvæðinu vísaði byggingarfulltrúi erindinu til skipulagsnefndar. Skipulagsnefnd samþykkti á fyrsta fundi sínum að grenndarkynna byggingaráform Asko Harvestar EHF samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir lóðarhöfum við Nesveg 20. Nesvegur 20a skipak og Nesvegur 24 eða Þörungafélagið og á sama tíma verði boðið upp á opinn kynningarfund fyrir íbúa og verði sent út dreifibréf til íbúa í næsta nágrenni. Bæjarráð samþykkti á fyrsta fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og vísaði henni til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust undir lið 13. Ragnar Már, við biðjum orðið, gerðu svo vel Ragnar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Ég held að sé full ástæða til að taka til máls undir þessum lið. Á fundi skipulagsnefndar þann 22. júlí að þá tekið fyrir erindi frá Askó Harvester óskum byggingarleyfi fyrir tæplega 1000 fermetra atvinnuhúsnæði sem á að hýsa þörungaverksmiðju á Nesvegi 22A, nánar tiltekið við hliðina á Skipavík. Það sem ekki til deiliskipulagssvæðinu þá sendir byggingarfulltrúi umsóknina byggingarleyfi til skipulagsnefndar til nánari umfjöllunar. Fulltrúi í-listans í nefndinni, Aron Bjarni Valgeirsson, leggur fram bókun að svæðið skuli deiliskipulagt en þeirri tillögu var hafnað af nefndinni og í þess stað leggur nefndin til að það fari í grenndarkynningu og skuli kynnt fyrir Skipavík, Kalkþörungafélaginu sem með lóðina Nesveg 24 og haldið verði kynningafundur fyrir íbúa. Jafnframt bókar nefndin að í aðalskipulagi Stykkishólms 2002 til 2022 sé svæði skilgreint sem hafnarsvæði og að það sé fjallað í grein 348 í skýringaruppdrætti með aðalskipulaginu en sú grein fjallar athafnasvæði og hafnarsvæði. Ef maður skoðar þessa grein 348 að þá kemur það alveg skýrt fram að ef ég má bara lesa hérna upp úr þessari grein að þá markmiðið að hafa tiltæk svæði fyrir sem fjölbreyttasta atvinnustarfsemi, stefnt að enn betri nýtingu núverandi hafnar- og athafnasvæði og deiliskipulagning þeirra verkfæri til þess. Þannig að það segir alveg skýrt í aðalskipulaginu að þetta skuli fara í deiliskipulag. Enda það náttúrulega rétta leiðin samkvæmt skipulagsreglugerðinni og það kemur svolítið á óvart að fulltrúar H-listans ætli að grenndarkynna svona stórt verkefni þar sem það hefur töluverð áhrif á umhverfið og maður velti fyrir sér hvort að menn séu reyna að komast hjá umsögnum umsagnar aðila eins og Umhverfisstofnun, Heilbrigðiseftirlitinu eða Skipulagsstofnun. En samkvæmt skipulagsreglugerðinni þá þarf verksmiðja af þessari stærð klárlega að fara í deiliskipulagsferli. Við vinnslu á deiliskipulagi sem unnið meðal annars fyrir verksmiðju af þessari stærð þá þarf að leita til Skipulagsstofnunar og láta meta hvort að deiliskipulagið þurfi að fara í umhverfismat en líklegt að það sé háð umhverfismati samanber A-lið 2. greinar laga númer 111 frá 2001 umhverfismat framkvæmda og áætlana. Þannig að það alveg ljóst í mínum huga að það verður ekki gefið út byggingarleyfi þarna öðru sinna það sé búið að fara í deiliskipulagsferli með þetta svæði og leita umsagna hjá viðeigandi umsagnaraðilum. Þannig að við leggjum hérna fram tillögu í listanum vegna Nesvegar 22A óskum byggingarleyfi. Hún hljómar svona: á fundi skipulagsnefndar þann 22. júní síðastliðinn var tekin beiðni Askó Harvester byggingarleyfi fyrir 950,9 fermetra iðnaðarhúsnæði á lóðinni Nesvegi 22A. Beiðnin byggingarleyfi hafði áður borist byggingarfulltrúa sem vísaði málinu til skipulagsnefndar til nánari umfjöllunar þar sem ekki til deiliskipulag fyrir svæðið. Það hefur legið fyrir frá því að félagið sótt lóðina að þar eigi að reisa þörungaverksmiðju og því ekki hægt að fjalla málið eins og hefðbundið iðnaðarhúsnæði sé að ræða líkt og skipulagsnefnd gerði án þess að horfa til þeirra starfsemi sem þar á að vera. Í fundargerð skipulagsnefndar vísað í greinargerð fyrir aðalskipulags Stykkishólmsbæjar 2002 til 2022, nánar tiltekið grein 348 sem fjallar athafnasvæði og hafnarsvæði, en í greininni segir markmiðið að
hafa tiltæk svæði fyrir sem fjölbreyttasta atvinnustarfsemi, stefnt að enn betri nýtingu á núverandi hafnar og athafnasvæða og deiliskipulagning þeirra verkfæri til þess. Í-listinn leggur því til að hafnarsvæði við Skipavíkurhöfn fari í deiliskipulagsferli í ljósi þessa skýra ákvæðis í grein 338 í aðalskipulagi, einnig skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 og laga nr. 111 frá 21 umhverfismat, framkvæmda og áætlana. Og undir þetta ritar í-listinn Ragnar Már Ragnarsson, Haukur Garðarsson og Heiðrún Höskuldsdóttir. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós? Steinunn? Ég ætla að fá smá fundarlið. Já, við tökum smá fundarlið. Send mér þetta. Já.
Já, þá höldum við áfram fundi. Orðið er laust undir lið 13. Engin kveðist til hljóðs, þannig ég ætla að bera upp tillögu ílistans. Ílistin leggur því til að hafnarsvæðið við Skipavíkurhöfn fari í deiliskipulagsferli í ljósi þessa skýra ákvæðis í grein 338 í aðalskipulaginu, einnig skipulagsreglugerðar númer 90/2013 og laga númer 111/2021 umhverfismál framkvæmdir og áætlanir. Hverjir eru samþykkir þessari tillögu ílistans? Hver er samþykkir tillögu ílistans? Það eru 3 samþykkja. Hver er á móti tillögu ílistans? Og það eru 4 sem eru á móti tillögu ílistans. Orðið er laust. Steinunn Gerðsvöld. Forseti, aðrir fundamenn. Hér er mikið og stórt mál á ferðinni og mikið í húfi fyrir okkur að greiða framgöngu til þess að hægt sé að koma á stað þessu verkefni. Þannig að við ætlum að koma með eftirfarandi bókun hérna. Bæjarfulltrúar Hálistans minna á að hér er atvinnuhúsnæði að ræða. Fyrirgefið, ég byrja aftur. Bæjarfulltrúar Hálistans minna á að hér er atvinnusvæði að ræða og verið er að sækja byggingarleyfi til þess að fá að byggja atvinnuhúsnæði undir hafsæknastarfsemi á lóð þar sem áður stóð meðal annars steypustöð í fyllistarfsemi. Þá er fyrir á svæðinu og við höfnina umtalsverð atvinnustarfsemi og mun byggingin ekki hafa sjónræn áhrif svo einhverju nemur gagnvart íbúum í nágrenninu. Fyrir liggur að nær öll atvinnuhúsnæðin á svæðinu hafa verið byggð án þess að deiliskipulag liggi fyrir. Af þessum sökum treysta bæjarfulltrúar Hálistans mati skipulagsfulltrúa og skipulagsnefndar á málsmeðferð og við mat á hverjum skuli grenndarkynna, enda var þessi niðurstaða fengin að undangenginni ítarlegri umfjöllun nefndarinnar. Hálistinn telur að klára þurfi deiliskipulag fyrir bæði hafnarsvæðin á kjörtímabilinu, en það sem sú vinna er skammt á veg komin er ekki vert að stöðva þessa framkvæmd sökum óvissu tímasetningu þess. Og undir þetta rita Hrafnhildur Hallarsdóttir, Steinunn Magnúsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson og Þórhildur Eyþórsdóttir. Takk fyrir þetta, Steinunn. Og orðið er laust. Ragnar Már Ragnarsson, bæjarfulltrúi Ílistans, hefur bauð orðið. Forseti, þetta eru ágætis rök hjá Hálistanum. Ég held aftur á móti að þessum ágætu aðilum sé ekki gerður neitt greiði með því að veita þeim byggingarleyfi, einfaldlega vegna þess að þegar það kemur svo að útgáfu rekstrarleyfis fyrir verksmiðjuna að þá mun vera kallað eftir öllum þessum gögnum og ég er ansi hræddur að mönnum verði brugðið bæði hjá Skipulagsstofnun og Umhverfisstofnun og fleiri minjastofnunum þegar að menn sjá hvernig málið hefur verið meðhandlað hjá bæjaryfirvöldum. Þetta liggur fyrir, tillagan okkar henni er hafnað og áfram gakk með málið og við sjáum hvernig Skipulagsstofnun tekur á því. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar. Fleiri sem vilja kveða sig í ljós? Ég les þá upp fyrir tillögum. Fyrir samþykkt. Bæjarstjórn samþykkir að grenndarkynna byggingaform Ásko Harvester EHF samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir lóðarhöfum við Nesveig 20, Nesveig 20A eða Skipavík og Nesveig 24 eða Kalkþörungafélagið í samræmi við afgreiðslu skipulagsnefndar. Hver eru samþykkir þessari afgreiðslu? Það eru 4 atkvæði. Hver er á móti þessari afgreiðslu? Og það eru 4 atkvæði á móti. 3 fyrir. Það er svo 2 partíu sem heita það.
Þá heldur áfram dagskrá. Og það kom að lið 14, Höfðagötu 7, grenndarkynning. Lögð hér fram umsókn þar sem sótt er að byggja tengingabyggingu milli bílskúrs og íbúðarhúsnæði ásamt því að byggja kvist á suðurhlið Riðishæðar. 9 skjólveggir og pallur stækkar til að koma fyrir heitum potti. Með umsókn fylgja aðaluppdrættir frá Rerum EHF dagsettum 22.4.2022. Þar sem aðaluppdrættir ekki samræmi við deiliskipulag vísaði byggingarfulltrúi erindum til skipulagsnefndar. Skipulagsnefnd samþykkti á fyrsta fundi sínum að grenndarkynna fyrirhugaðar breytingar samkvæmt 44. grein skipulagslaga fyrir lóðarhöfum Höfðagötu 2, 4 og 9. Bæjarráð samþykkti á fyrsta fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og vísar afgreiðslu til staðfestingar í bæjarstjórn. Í samræmi við afgreiðslu skipulagsnefndar og bæjarráðs fylgir bæjarstjórn skipulagsfulltrúa umboð til þess að afla viðeigandi gagna og grenndarkynna framangreindum lóðarhöfum í samræmi við 2. málsgrein 43. grein laga nr. 123/2010 og orðið er laust. Enginn hefur kveðið sér hljóð. Bæjarstjórn felur bæjarstjórn skipulagsfulltrúa umboð til þess að afla viðeigandi gagna og grenndarkynna af lóðarhöfum Höfðagötu 2, 4 og 9 í samræmi við 2. málsgrein 43. grein laga nr. 123/2010. Hver eru samþykki þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá koma lið 15, tilkynningarskyld framkvæmd á Laugardalsvegi 7. Lögðu fram umsókn þar sem sótt er að fá að klæða hús á Laugardalsvegi 7 með standandi sinkklæðningu. Samkvæmt grein 236 í byggingarreglugerð er nýklæðning þegar byggðra mannvirkja tilkynningarskyld sé hún í samræmi við deiliskipulag og önnur ákvæði reglugerða þessar eins og við á hverju sinni. Í deiliskipulagi fyrir svæðið er kveðið á að heimilt sé að klæða útveggi með eftirfarandi klæðningum: steinsteyptir, múrhúðaðir, standandi timburklæðning, standandi báruð málmklæðning og listuð pappaklæðning. Þar sem ekki er minnst á standandi sinkklæðningu í deiliskipulaginu vísaði byggingarfulltrúi erindum til skipulagsnefndar. Skipulagsnefnd fól skipulagsfulltrúa á fyrsta fundi sínum að grenndarkynna breytinguna samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir lóðarhöfum við Laugardalsveg 5, 9, 10 og 12. Bæjarráð samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar og vísar afgreiðslu til staðfestingar í bæjarstjórn. Í samræmi við afgreiðslu skipulagsnefndar og bæjarráðs felur bæjarstjórn skipulagsfulltrúa umboð til þess að afla viðeigandi gagna og grenndarkynna framangreindum lóðarhöfum í samræmi við 2. málsgrein 43. grein laga nr. 123/2010. Hver er? Já, fyrir ekki orðið laust. Enginn hefur kveðið sér hljóð. Bæjarstjórn felur bæjarstjórn skipulagsfulltrúa umboð til að afla viðeigandi gagna og grenndarkynna lóðarhöfum við Laugardalsveg 5, 9, 10 og 12 í samræmi við 2. málsgrein 43. grein laga nr. 123/2010. Hver eru samþykki þessu? Og það er samþykkt samhliða. Það var komið að lið 16, samningur rekstur og eldhúsi. Lagður fram samningur Stykkishólmsbæjar og HFE rekstur og eldhúsi á sjúkrahúsi HFE að Austurgötu 7. Bæjarráð samþykkti á öðrum fundi sínum samning Stykkishólmsbæjar og HFE rekstur og eldhúsi í sjúkrahúsi HFE að Austurgötu 7. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust. Enginn hefur kveðið sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hver eru samþykki þessu? Og það er samþykkt samhliða. Liður 17, dagdvalarrými Stykkishólmsbæjar og Helgaðasveit. Í samræmi við samning Stykkishólmsbæjar og heilbrigðisráðuneytið hefur Heilbrigðisstofnun Vesturlands tekið yfir rekstur hjúkrunarheimilisins í Stykkishólmi frá og með 1. júní síðastliðnum, en á grunni samkomulags við sveitarfélagið mun rekstur hjúkrunarheimilisins vera skólastíg 14 þar til heimilið verður flutt í nýtt hjúkrunarheimili sem verið að byggja í Sankti Fransisku spítalanum í Stykkishólmi. Samkvæmt þeim upplýsingum sem liggja nú fyrir hefur frá og með 1. júní síðastliðinn Heilbrigðisstofnun Íslands ekki sinnt dagdvöl aldraðra líkt og gert var af hálfu Stykkishólmsbæjar. Þrátt fyrir að brýn þörf sé á slíkri þjónustu í sveitarfélaginu og stefnumörkun ríkisins leggja áherslu á að fjölga þeim úrræðum á næstu árum. Er að afar mikilvægt úrræði sem starfshópur stefnumörkun Stykkishólmsbæjar í málefnum einstaklinga 60 og eldri lagði ríka áherslu á yrði haldið úti og sú þjónusta yrði efld enn frekar. Bæjarráð lýsti á fyrsta fundi sínum með þungum áhyggjum af þá þeirri stöðu sem komin er upp varðandi skort á þjónustu í dagdvöl í Stykkishólmi og Helgaðasveit. Er að ræða mikilvæga heilbrigðisþjónustu sem sinnt hefur verið af hálfu hjúkrunarheimilisins meðan það var í rekstri sveitarfélagsins, en frá og með yfirtöku
Heilbrigðisstofnunar Vesturlands og rekstri hjúkrunarheimilisins virðist þjónustan ekki verið í boði. Bæjarráð minnir á að aðstaða fyrir dagdvalarrými í sveitarfélaginu var eitt af áherslumálum samstarfsnefndar sameiningu Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar sem samþykkt var á íbúum beggja sveitarfélaga 27. mars 2022 og kynntar voru heilbrigðisráðherra 10. mars 2022 en á þeim fundi kom fram að hálfu innviðaráðherra og heilbrigðisráðherra að forgangsröðun og áherslur ríkisstjórnar myndu taka mið af þeim málefnum sem liggja til grundvallar sameiningu þar sem dagdvöl skilgreind sem fyrsta stigs heilbrigðisþjónusta samkvæmt öðrum tölulið 1. málsgreinar 4. greinar laga heilbrigðisþjónustu, líkt og til dæmis heilsugæslustöðvar og hjúkrunarheimili. Fer vel á því að slík þjónusta sé rekin samhliða rekstri hjúkrunarheimilis sem rekin af Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Enda skal í dagdvöl aldraðra meðal annars veita hjúkrunar- og læknisþjónustu samkvæmt reglugerð 1245 frá 2016 dagdvöl aldraðra. Þá er minnt á í stefnu heilbrigðisráðherra heilbrigðisþjónustu aldraðra kemur fram að fjölga þurfi dagdvalarrými 10% á næstu árum. Þar sem Stykkishólmsbær og Helgafellssveit er enn með úthlutað 2 dagdvalarrýmum og er sveitarfélagið reiðubúið til samstarfs þau þar til Heilbrigðisstofnun Vesturlands fær úthlutað dagdvalarrýmum enda ljóst að engin aðstæða til staðar innan sveitarfélagsins til þess að bjóða upp á þessa aðstöðu nema innan hjúkrunarheimilisins sem rekið er af Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Óskaði bæjarráð eftir því að forstjóri Heilbrigðisstofnunar Vesturlands komi til fundar með fulltrúum bæjarráðs og öðrum hagsmunaaðilum í sveitarfélaginu til þess að ræða þessu stöðu sem uppi er og finna mögulega lausnir til þess að tryggja þessar mikilvægu heilbrigðisþjónustu í sveitarfélaginu. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust þetta mikilvæga mál. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykki í því? Og það er samþykkt samhliða. Það komið 18. leið skólastefna sameinaðs sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar. Lögð eru fram drög að endurskoðaðri skólastefnu Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar. Á fyrsta fundi skólafræðslunefndar kom Ingvar Sigurgeirsson sem unnið hefur að endurskoðun skólastefnu sveitarfélagsins á fund nefndarinnar og gerði grein fyrir í vinnunni og svaraði spurningum. Samþykkti nefndin fyrirliggjandi endurskoðun á skólastefnu sveitarfélagsins. Á fyrsta fundi bæjarráðs kom Ingvar Sigurgeirsson ásamt Lilju M. Jónsdóttur fyrir ráðið og gerði grein fyrir vinnu við endurskoðun stefnunnar. Á fundinum þakkaði bæjarráð starfshópi endurskoðun að skólastefnu fyrir vel unnin störf og vísaði stefnunni til samþykktar í bæjarstjórn. Orðið er laust skólastefnu Stykkishólmsbæjar og endurskoðun henni. Enginn hefur kveðið sér hljóðs. Bæjarstjórn þakkar starfshóp endurskoðun að skólastefnu sveitarfélagsins fyrir vel unnin störf og samþykkir endurskoða skólastefnu fyrir Stykkishólmsbæ og Helgafellssveit 2022 til 2017. Hver eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Lið 19 jafnlaunastefna Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar lögðu fram jafnlaunastefna sveitarfélagsins í annað sinn til samþykktar í bæjarstjórn. Orðið er laust jafnlaunastefnu Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir stefnuna. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Lið 20 framtíðarskipulag tjaldsvæðis lögð fram skýrsla starfshóps framtíðarskipulag tjaldsvæðis Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar. Bæjarráð fól bæjarstjóra á fyrsta fundi sínum að undirbúa fjölgun rafmagnstengla á tjaldsvæðinu og gera drenskur meðfram holtinu og æfingasvæði golfklúbbsins sem stefnt er að því að setja upp í haust og eftir attökum og gróðursetja plöntur á svæðinu næst aðalgötu og meðfram íþróttavelli í samræmi við fyrirliggjandi skýrslu og teikningu sem fylgir henni. Bæjarráð vísaði skýrslunni jafnframt til umsagnar atvinnu- og nýsköpunarnefndar, íþrótta- og æskulýðsnefndar, ungmennafélagsins Snæfells og golfklúbbsins Mostra. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn þakkar starfshóp framtíðarskipulag tjaldsvæðis í Stykkishólmi fyrir vel unnin störf og greinargóðar tillögur og bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Lið 21 Breiðafjarðarferjan Baldur. Fyrir bæjarstjórn er lögð fram ályktun Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar vegna Breiðafjarðarferjunnar Baldurs dagsett 23. júní 2022 sem samþykkt var á fyrsta fundi bæjarráðs og lagt til að bæjarstjórn taki undir ályktunina. Þessi ályktun liggur frammi með fundargögnum og ég ætla að hlífa ykkur við lestrinum af því þið eru öll búin að lesa þetta og kynna ykkur. En orðið er laust undir lið 21 Breiðafjarðarferjunnar Baldur.
Jakob Björgvin, gerðu svo vel. Forseti, þetta er bæjarfulltrúar. Þetta er gríðarlega mikilvægt mál og við þurfum að halda áfram að vekja athygli á þessu máli, þessu vettvangi og víðar. Nú, eina sem ég ætla að nefna hér er að gera tillögu þá að örlítilli viðbót við þá tillögu sem liggur fyrir að staðfesta eða taka undir ályktun bæjarráðs og einfaldlega leggja áherslu á það mikilvæga mál að tryggja þurfi fjárheimildir í fjármálaáætlun 2022-2026, þar að segja viðeigandi fjárheimildir, til þess að hægt sé að þær áherslur sem framkoma í fyrirliggjandi áætlun geti komið til framkvæmda og hins vegar að þær endurspeglist í fjármálaáætlun næstu 5 ára samgönguáætlun. Þannig að afgreiðslan þá með þessum hætti. Bæjarstjórn tekur undir ályktun bæjarráðs og leggur áherslu á að tryggja þurfi viðeigandi fjárheimildir í fjármálaáætlun 2022-2026 og 5 ára samgönguáætlun. Jakob, fleiri sem vilja hvað þessi ljós? Hverjir eru samþykkir þessari ályktun bæjarráðs Með þeirri viðbót sem að Jakob las hérna upp fyrir ykkur áðan? Vil ég endurtaka hana? Nei. Hverjir eru samþykkir ályktun bæjarráðs með viðaukum? Það er samþykkt samhliða. Liður 22 sameiningarviðræður Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar. Lagðar eru fram hugmyndir að nafni sameinaðs sveitarfélags Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar sem bárust í samráðsgátt betraisland.is. Bæjarstjórn samþykkti á fyrsta fundi sínum að vísa málinu til frekari vinnslu í bæjarráði. Og bæjarráð samþykkti á fyrsta fundi sínum að senda eftirfarandi nöfn á sveitarfélaginu verði send til umsagnar örnefnanefndar. Og þetta eru nöfnin Þórsnesþing, Stykkishólmsbær, Stykkishólmsbær og Helgafellssveit, Stykkishólmur og Helgafellssveit, Helgafellssveit, Sveitarfélagið Stykkishólmur, Breiðafjarðarbær og Breiðafjarðarbyggð. Orðið er lust undir lið 22. Enginn hefur kveðið sér ljós. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð hér fram til staðfestingar í bæjarstjórn og bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverju eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 23 viðauki 1 við fjárhagsáætlun sameinaðs sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar. Lagður hér fram viðauki sem bæjarráð samþykkti á fyrsta fundi sínum viðauka við fjárhagsáætlun sameinaðs sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar fyrir 2022 til 2025. Bæjarráð tók fram að sé að ræða fyrsta áfanga við að sameina reikninga og áætlanir eftir sameiningu sveitarfélaga en eftir eigi meðal annars að gera lagfæringar vegna breytinga á dvalarheimili og rekstur eldhúss. Orðið er lust. Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi Írlista, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Haukur. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að koma með bókum beint. Þetta er náttúrulega mikið verk sem er framöndan að vinna tvö sveitarfélög saman. Bókun er eftirfarandi hátt. Á síðasta bæjarstjórnarfundi var lagður fram viðauki þar sem búið var að setja saman áætlanir frá Stykkishólmsbæ og Helgafellssveit sem upphafspunkt fyrir sameina sveitarfélag. Sú vinna heldur nú áfram, verður nú lagðar fram nokkrar breytingar til að fá sinni réttasta stöðu og er áhrifin á þessum viðauka svo að rekstrarniðurstaða á B-hluta lækkar 31 milljón. Þessari vinnu er ekki lokið og ljóst að það þarf að taka þetta í nokkrum skrefum og því munu nokkrir viðaukar fylgja í kjölfar á næstu fundum. Til dæmis á eftir að taka tillit til breytinga í verðbólgu sem munu hafa veruleg áhrif á rekstur ársins og líklega næsta ára. Nýjustu fréttir af verðbólgu upp á 8,8% er hækkun upp á 5,5% með forsendur sem voru lagðar fyrir þegar fjárhagsáætlun var gerð. En það eitt sér aukin rekstrarkostnaður upp á að minnsta kosti 135 milljónir.
Fréttir af því að verðbólga muni hækka enn frekar og jafnvel vera eitthvað viðvarandi eru sláandi og ljóst að það muni hafa mikil áhrif á rekstur sveitarfélagsins. Framkvæmdaáætlun sem var lögð fram á síðasta ári ansi metnaðarfull, meira sé góðari og var eina helsta ástæða þess að minnihlutinn samþykkti ekki fjárhagsáætlun ásamt því að veltufé frá rekstri dugar ekki fyrir afborgun lána sem eitthvað sem verður að taka á. Við teljum að endurskoða þurfi framkvæmdaáætlun með tilliti til þessara efnahagsaðstæðna sem eru komnar upp og taka sérstaklega tilliti til þessa áðurnefnda þátta. Það sem að framlagður viðauki verk í vinnslu og lýsir ekki nógu vel núverandi stöðu sameinaðs sveitarfélags kjósu við að sitja hjá við afgreiðslu málsins. Og undir þetta skrifar ílistinn Haukur Garðarsson, Ragnar Már Ragnarsson, Heiðrún Höskuldsdóttir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Haukur. Fleiri sem vilja kveða sér ljós undir lið 23. Svo ekki. Þannig að viðauki 1 við fjárhagsáætlun sameinaðs sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgafjarðarsveitar er lagður fram til samþykkis í bæjarstjórn. Bæjarstjórn samþykkir viðauka 1 við fjárhagsáætlun sameinaðs sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgafjarðarsveitar. Hverjir eru samþykkir því? Og það eru 4 samþykkir. Hverjir eru á móti? Og hverjir sitja hjá? 3 sitja hjá. Það kom að lið 24, tilnefning í stjórn gagnaveitu Helgafjarðarsveitar. Lagt til að Jakob Björgvin S. Jakobsson verði tilnefndur í stjórn gagnaveitu Helgafjarðarsveitar og Hrafnhildur Hallsdóttir til vara. Orðið er laust. Hverjir samþykkja bæjarstjórn samþykki tillöguna? Hverjir samþykkja því? Og það er samhliða. Komið að lið 25, tilnefning í stjórn Dýratúns ehf. Lagt til að Jakob Björgvin S. Jakobsson verði tilnefndur í stjórn Dýratúns ehf. og Hrafnhildur Hallsdóttir til vara. Forseti leggur, orðið er laust. Engin kveður sér ljós eða Haukur Garðarsson, Gæsvoll. Já, forseti bæjarfulltrúar. Varðandi Jeratún, þá náttúrulega Hrafnhildur skólastjóri skólans og ég veit hvort þessi hagsmunaárekstur hafa verið með henni í stjórninni. Ég myndi að koma á tilnefningu kannski að Steinunn taki þó hann sem starfsmaður, þá er náttúrulega ekki skólastjóri þar, hvort að það henti betur. Þannig að ég ætla að fá að leggja þá tillögu fram allan að Steinunn taki stöðu varamanns þar. Það henti betur. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég var reyndar með samskonar breytingartillögu. Þannig að það er spurning hvort þið vilji ekki bara samþykkja þá breytingartillögu hversum á hana að Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir verði tilnefnd sem varamaður í stjórn í stað míns. Hver eru samþykkir því? Og það er samþykkt samlega. Bæjarstjórn samþykkir að Jakob Björgvin S. Jakobsson verði tilnefndur í stjórn Jeratúns. Eru þið sátt við Jakob þannig? Hverju samþykkja það? Og það er samþykkt. Þannig að Jakob verður aðalmaður Steinunn til vara. Liður 26. Kjör nefnda í samræmi við samþykktir sameinaðs sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgafjarðarsveitar. Bæjarstjórn samþykkti á fyrsta fundi sínum að fresta kjöri nefndarmanna í fastanefndir sveitarfélagsins að fráskildu kjör í skipulagsnefnd, fræðslunefnd og fulltrúum sameinaðs sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgafjarðarsveitar í Samtök sveitarfélaga Vesturlandi eða SSV. Fyrir bæjarstjórn liggur fyrir að ganga frá kjöri þeirra nefnda og ráða sem eftir standa, samanber 48. grein samþykkta stjórn þess. Er ekki best ég taki bara eina nefnd fyrir? Þú hefur ekki gert það svoleiðis? Já, bara að lesa þetta allt í einu. Að lesa allt í einu? Ég er bara orður laust í lokin. Já, hefur ykkur við það og að við lesum þetta allt upp í einu og orður laust í lokin. Heyrðu, þá byrja ég. Fyrir bæjarstjórn liggur fyrir að ganga frá kjöri þeirra nefnda og ráða sem eftir standa, samanber 48. grein samþykkt stjórn þess. Nefndir til 4 ára
Atvinnu- og nýsköpunarnefnd, Halldór Arnórsson formaður, H-lista, Ásmundur S. Guðmundsson, aðalmaður, H-lista, Böðvar Sturluson, aðalmaður, H-lista, Lárus Ásmar Hannesson, aðalmaður, I-lista, Theodóra Matthíasdóttir, aðalmaður, I-lista, Guðmundur Kolbeinn Björnsson, varamaður, H-lista, Arnar Geir Diego, varamaður, H-lista, Kári Geir Jensson, varamaður, H-lista, Þorleif Hjartardóttir, varamaður, I-lista og Ásgeir Héðinn Guðmundsson, varamaður, I-lista. Safn- og menningarmálanefnd, Kristjón Daðason, formaður, H-lista, Arnór Óskarsson, aðalmaður, H-lista, Viktoría Líf Ingibergsdóttir, aðalmaður, H-lista, Anna Sigríður Melsteð, aðalmaður, I-lista og Halldóra Margrét Pálsdóttir, aðalmaður, I-lista. Jón Ragnar Daðason, varamaður, H-lista, Harpa Eiríksdóttir, varamaður, H-lista, Dagný Hermannsdóttir, varamaður, H-lista, Kristján Hildibrandsson, varamaður, I-lista, Gísli Sveinn Gretarsson, varamaður, I-lista. Umhverfis- og náttúruverndarnefnd, Gísli Pálsson, formaður, H-lista, Anna Margrét Pálsdóttir, aðalmaður, H-lista, Nanna Guðmundsdóttir, aðalmaður, I-lista, Viktoría Líf Ingibergsdóttir, varamaður, H-lista, Ásmundur S. Guðmundsson, varamaður, H-lista, Lárus Ásmar Hannesson, varamaður, I-lista. Velferðar- og jafnréttismálanefnd, Kládía Gunnarsdóttir, formaður, H-lista, Anna Lind Særúnardóttir, aðalmaður, H-lista, Arnar Geir Diego, aðalmaður, H-lista, Guðrún Magnea Magnúsdóttir, aðalmaður, I-lista, Gunnar Björn Haraldsson, aðalmaður, I-lista, Steinunn Helgadóttir, varamaður, H-lista, Halldís Hallfríðsdóttir, varamaður, H-lista, Sæþór Þorbergsson, varamaður, H-lista, Dagný Rún Þorgrímsdóttir, varamaður, I-lista og Hjalti Rafn Hafþórsson, varamaður, I-lista. Æskulýðs- og íþróttanefnd, Birta Antonsdóttir, formaður, H-lista, Gunnhildur Gunnarsdóttir, aðalmaður, H-lista, Gísli Pálsson, aðalmaður, H-lista, Rebekka Sóley Hjaltalín, aðalmaður, I-lista, Rósa Kristín Indriðadóttir, aðalmaður, I-lista, Gunnlaugur Smárason, varamaður, H-lista, Guðni Sumarlegason, varamaður, H-lista, Bergdís Eyland Gestsdóttir, varamaður, H-lista, Gerður Silja Kristjánsdóttir, varamaður, I-lista, Gísli Sveinn Gretarsson, varamaður, I-lista. Og þá er það öldungaráð, Hildur Lára Diego Ævarsdóttir, formaður, H-lista, Guðmundur Kolbeinn Björnsson, aðalmaður, H-lista, Helga Guðmundsdóttir, aðalmaður, I-lista, Anna Margrét Pálsdóttir, varamaður, H-lista, Sæþór Þorbergsson, varamaður, H-lista og Jósef Ó. Blöndal, varamaður, I-lista. Kjörið verði dreifbýlisráð og landbúnaðarnefnd þegar lokið hefur verið við breytingar á samþykktum sveitarfélagsins. Stjórnin til 4 ára, Hafnarstjórn, Sigurður Páll Jónsson, formaður, H-lista, Eydís Jónsdóttir, aðalmaður, H-lista, Þröstur Ingi Auðunsson, aðalmaður, H-lista, Kristján Lár Gunnarsson, aðalmaður, I-lista, Unnur María Rafnsdóttir, aðalmaður, I-lista, Guðmundur Kolbeinn Björnsson, varamaður, H-lista, Anna Margrét Pálsdóttir, varamaður, H-lista, Arnar Geir Diego, varamaður, H-lista, Erla Friðriksdóttir, varamaður, I-lista og Árni Ásgeirsson, varamaður, I-lista. Kjörstjórn, Jóhannes Eyberg Ragnarsson, formaður, H-lista, Hjörleifur Kristín Hjörleifsson, aðalmaður, H-lista, Steinunn María Þórsdóttir, aðalmaður, I-lista, Guðrún Hauksdóttir, varamaður, H-lista og Guðný Pálsdóttir, varamaður, H-lista og Davíð Sveinsson, varamaður, I-lista. Stjórn lista- og menningarsjóðs, Hrafnhildur Halldórsdóttir, Steinunn Magnúsdóttir og Haukur Garðarsson. Kjör í stjórn dvalarheimilis aldraðra Stígsson með fresta þar sem það stendur til að leggja niður stjórnina með breytingum á samþykktum í ljósi yfirfærslu og rekstri hjúkrunarheimilisins til HVF eða ríkisins. Fulltrúar í aðrar stjórnir ráða nefndir. Stjórn byggðarsamlags rekstur félags- og skólaþjónustu Snæfellinga. Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, aðalmaður, Jakob Björgvin Jakobsson, varamaður. Félagsmálanefnd eða félags- og skólaþjónustu Snæfellinga. Steinunn Alva Lárusdóttir, aðalmaður, H-lista, Steinunn María Þórsdóttir, aðalmaður, I-lista, Arnar Geir Diego, varamaður, H-lista og Róbert Arnar Stefánsson, varamaður, I-lista. Fulltrúar á eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands, Jakob Björgvin Jakobsson, aðalmaður,
Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, varamaður H-lista. Fulltrúaráð Svæðisgarðs Snæfellsnes, Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, aðalmaður H-lista. Haukur Garðarsson, aðalmaður I-lista. Steinunni Magnúsdóttir, varamaður H-lista. Ragnheiður Sveinsdóttir, varamaður I-lista. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga, Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, aðalmaður H-lista. Haukur Garðarsson, aðalmaður I-lista. Steinunni Ingibjörg Magnúsdóttir, varamaður H-lista. Ragnheiður Sveinsdóttir, varamaður I-lista. Stjórn Náttúrustofu Vesturlands, Halldór Árnason, formaður H-lista. Steinunni Magnúsdóttir, aðalmaður H-lista. Hjalti Viðarsson, aðalmaður I-lista. Ásgeir Gunnar Jónsson, varamaður H-lista. Kári Geir Jensson, varamaður H-lista og Erla Friðsdóttir, varamaður I-lista. Svæðisskipulagsnefnd sveitarfélaganna á Snæfellsnesi, Hilmar Hallarsson, aðalmaður H-lista. Ragnar Már Ragnarsson, aðalmaður I-lista. Og Gunnar Ásgeirsson, varamaður H-lista og Haukur Garðarsson, varamaður I-lista. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir samhljóða allar nefndir, stjórnir og ráð sveitarfélagsins. Hverjir eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhljóða. Þá komum við að lið 27, siðareglur fyrir kjörna fulltrúa Stykkishólmsbæ og Helgafellssveit. Lagðar fram siðareglur kjörinna fulltrúa sveitarfélagsins til umræðu og afgreiðslu í bæjarstjórn kjörtímabilið 2022 til 2026. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir fyrirliggjandi siðareglur fyrir kjörtímabilið 2022 til 2026. Hverjir eru samþykkir þessu? Og það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 28. Sumarfrí bæjarstjórnar 2022. Forseti bæjarstjórnar gerir það tillögu sinni að næsti reglulegi fundur bæjarstjórnar verði 25. ágúst næstkomandi og að bæjarráði verði veitt fullt umboð til fullnaðar afgreiðslu mála í samræmi við 2. málsgrein, 8. greinar, 1. og 2. málsgreinar, 33. greinar samþykktar stjórn sameinaðs sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar. Orðið er laust undir lið 28. Bæjarstjórn samþykkir tillöguna. Hverjir eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhljóða. Þá er